Finnur. Klukkan orðin 4 á miðvikudegi. Þetta var Emily Sandé hér með lagið Wonder. En eins og flestir ættu að vera farin að vita, þá það þátturinn FM 95 Blöð sem að byrjar klukkan 4 alla virka daga. Og beint á móti mér situr snillingurinn sjálfur Pétur Jóhann Sigfússon eins og flesta aðra miðvikudaga. Og ég verð nú bara að byrja að spyrja það því Pétur, hvaða drasl ertu með þarna? Góðan og blessaðan daginn, kæru hlustendur. Það Pétur Jóhann Sigfússon sem heilsar ykkur á miðvikudags eftirmiðdegi eða eins og við kjósum að kalla það Pétur Jóhann. Já, en ég með græðu hér. Já, þú varst að segja að þú ætlar að útskýra þetta fyrir mig bara í loftunni. Ég var að reyna að spyrja á hann hvaða drasl þetta væri. Þetta er eitthvað sem að krakkið ná, eða ekki? Drengurinn minn, Jan Jóhann Berg á þetta. Já, ok. Herðu, hvað er þetta nýrand að segja krakkið? Nei, alls ekki, maður. Okay. Þetta er bara, mér finnst vera komin tími til að, þú veist að þau hérna á mótnana, þau eru alltaf með þessa, Já, það er bara svona, þetta er líka í Bandaríkjunum, þá eru morgunþættir með svona bjöllur og eitthvað. Ef maður segir eitthvað sniðugt, þá kemur ding-ding á eftir. Já. Ég ákvað að koma hérna með það heimann, græju. Það kemur hljóður þessu drasli. Já, kallið minn. Maður býtu að... Hvað, ég var að segja þetta á ræði. Býtu. Slögt á þessu. Varst að dröslast með þetta í bílinn og til þess að vera með þetta hér í dag? Þetta er ógeðslega skemmtilegt maður. Síðan getur maður bara, þú veist, til dæmis, ef maður vill slá í eitthvað gott lag. Aha, hvað er gott maður. Þú veist, þetta er orgel bara hérna maður. Þetta er æðislegt. Og þessi hérna? Ég lofa eitthvað því... hvað var þetta? Já, ok, látt eins og sér nýbúin að segja eitthvað brandar og hendi þetta. Herðu, neini, þá bara var þetta hálkublettur og hann féll í jörðina, maður. Æðislegt. Þið að hlusta hér á morgunþáttinn Pétur Jóhann Sigfússon. Sællina. Hann er komið með eitthvað tæki hérna sem að strákurinn hans á algjör að veistli hérna fyrir ykkur í dag. Kæru hlustundur, ég get lofa ykkur því að þetta tæki hans Péturs verður ekki allan þáttinn. Já. Nei, ég mun taka fyrir það. Ég sé fyrir mér breytta hljóðmynd á þættinum. No. Það vantar alla hljóðmynd á þáttinn, skilur við? Vistu, vantar nett stöði í þetta? Það þarf að kveða við nýjan tóm þegar blöðmaðurinn mætir. Þá bara verður svona eitthvað í gangi. Nýju sniði, hann ætlar að prófa raddbreytirinn, hann Gunnar Þór. Svo erum við sturla staðrendi. Tong ætlar að reyna að panta sér nutt í dag. Ekki minnst að því, það verður virkilega skemmtilegt. Við ætlum að fara í vondu atkeppnun okkar og svo er það karaokið. Á sínum stað. Já, við erum búin að hendi inn á Facebookið hvað fólk vill að við syngjum. Aldrei vitum við opnum fyrir síman líka, þannig að endilega hugsa eitthvað gott lag sem þeir verður til að heyra okkur Pétur syngja. Það var reynda strax komnar 86 hugmyndir inn á Facebookið. Við setjum þetta inn á hann. Og það voru komnar nokkra mjög sniðar, þannig að ef þeir eru með eitthvað góða hugmyndir endilega kikið á það. Nokkrir físilegir kostir í stöðu. Það er rétt hér, en veislan er hafin og það verður dúndur þáttur hér í allan dag. Ég var beðinn dýrði í dauðaþögn einhverjum lúðaþáttum út í bæ, en því miður nýbúið að spila, þannig að nú það bara að sætta sig við þetta. Þetta er She-Wolf Falling to Pieces með David Guetta. Frábært lag hér á ferðinni með The Jimmys and the Johnnies. Þeir eru að hlusta á FM 95 Blöð. Hvað annað? Klukkan réttur 4. Ég heiti Pétur Jóhann Sigfússon, oftast kallaði Pétur Jóhann. Hann móti með stendur og situr. Auðun Blöndal, sérlegur ráðgjafi, sérlegur slúðurmeistari. Hvað segirðu? Hvað er ég kallaði að þú ert oftast kallaði Pétur Jóhann? Ádinn bljúvin. Já, æðislegt. Sennilega eitt versta nafn sem ég heyrt bara. Já, við ætlum að vinda okkur í slúðri hér. Þú ert með þétt, bullandi, sislandi slúðurpakka fyrir okkur eða ekki frá útlandinu góða. Það er rétt.
Þá fyrir við hér í slúðurlagið. Ok, þegar ég ætla að byrja... Ertu á þessu drasli, maður? Sætlu. Ok, já, ég ætla að byrja slúðri hér á Channing Tatum. En þessi leikari verður Nei, sorry. Ég að prófa þetta bara. Já, ok, hérna, ég ætla að byrja slúðrið á Channing Tatum. En The People Magazine velur á hverju ári Sexiest Man Alive og hafa gert það undanfarin ár. Og það lag vist út núna helgina að Channing Tatum verði kosin The Sexiest Man Alive fyrir árið 2012 af þessu blaði. Já, Channing Tatum, já, hann lék daginn í 21 Jump Street og ég hugsa að það hefur líka hjálpað honum með hennan titil myndin hérna með honum og Matthew McConaughey, þá leikur hann strippari, ég held hún heiti Magic Mike eða eitthvað líka, nafn. Og, já, hann þykir kynþorkafullur þessi maður. Já, greinilega, og það var að velja hann The Sexiest Man Alive. En já, Bradley Cooper sem að léka með í Hangover var valinn kynþorkafyrst kallmaður heims í fyrra. Og þar undan hafa menn eins og George Clooney, Brad Pitt og fleiri unnið þetta nokkru sinnum. Þannig að við óskum bara Channing Tatum, já, innilega til að hamingja með þetta. Ef ég væri fættur í Bandaríkjunum, þá væri ég í þessari kosningu. Já, þá er ykkur svona djóki hjá Magasín. Nei, kallið minn. Ég væri í þessari kosningu, bara með Brad Pitt og Channing Tatum og hvað heita þessi báðir? Channing Tatum og Peter Johansson, Sexiest Man Alive. Já, ég get alveg lofa þér, Já, sko, ég get lofa þér ímislegu, en ég get lofa þér þú verður ekki þar. En ekki það, mér finnst þú ekki fallegur. Og alveg eitthvað neikvæður í dag. Þú væri funniest Man Alive. Er eitthvað neikvæðin í kosmosunum á kallinum? Hvað sagður þið? Er eitthvað neikvæðin í kosmosunum á kallinum? Nei, ég er góður. Þetta er úr gæða seríunum vaktirnar, sko, sem ég var í eins. Já, sem þú leggst einmitt í. Já, kallið minn, en við getum ekki staldra lengur við það. Við erum í slúðupakka, þannig að hvað er næsta dagskrá í slúðupakka? Næst ætla ég að segja ykkur frá Jack Nicholson, en það var virkilega flott viðtal við hann á dögunum í bresku blaði. Þar sem hann var spurður hvað heldur þú óskað að vita þú varst yngri. Því að nú er hann náttúrulega orðinn 80 og eitthvað ára gamall og er svona eðaltöffari. Og það sem hann segir að hann vildi að hann hafi lært erlend tungumál og hann vilja læra að elda, sagðan, og hvernig ætti að stjórna reiði sinni. Og hann segir að þetta þrennt hefði hjálpað honum á ferli hans gríðarlega, hafði hann átt að segja á þessu fyrr. Já, skemmtilegt. Já, ég vildi bara hendi sinna því það er ekki oft sem að Jack Nicholson er í slúðrunni hjá mér og mér finnst hann eitraðu töffari. Mér finnst fáir svalar en Jack Nicholson. Hann hefur sérst aldrei kunnað að elda? Nei, hann greinilega ekki góður að elda og kann ekkert nema ensku. Já, erum við nú alveg í góðum mál. Já, ég kann eitthvað ekki elda en ég kann sænsku og ensku. Kanntu sænsku? Já, prata lítið svenska. Akkurru, kanntu sænsku? Ég bor där i 1 år. Búri? Och jag var en ung killing. Jo, jag bor i 1 år. Ertu bara reybrandi sænsku? Nej, det är jag inte. Já! Men jag förstår mer än jag pratar. Heyrðu, þetta er ekkert smá kínasandi. Ég er ekki að grínast þér. Það er langt síðan að ég hef fengið svona fiðring einhvern veginn allan líkamann. Það er flott að Þetta er bara eins og að heyra einhvern tala frönsku maður. Gerðu meira þetta. Nej, Segðu hann alltaf nästu frétt á sænsku. Ja, nu ska jag prata lite om Lindsay Lohan. Nej, Lindsay Lohan, okej, hon är då leiðin í fangelsi sennilega fyrir að hafa logið að lögreglunni, en hey, what else is new? Þetta er bara eins og að segja fólki að hland sé blautt. Ég nenni ekki að fjalla lengur Lindsay Lohan í þessum slúðupakka. En byrju, þú ert með þessa sama vesen sem greiði stúlkan. Já, hún segist að það var að koma í ljós að hún var að ljúga að lögreglunni þegar hún sagðist ekki að vera að keyra bílinn sinn 8. júní þegar hún keyrði á. Nú er það komið í ljós að hún laug því að hún var vist búin að fá sér hans í aðra tanna. Enda 3. dagur og það sem fólk gerir bara. Já, en sko, veist, þetta er slúður eins og hvað annað. Ég veit það. Ég er bara svo þreyttur að tala einhver leiðindafréttir að Lindsay Lohan greifni. Ég byrjar að dauð vorkinni og ég vil eiginlega bara fara að segja eitthvað jákvætt. Þú mátt ekki láta þínar eigin tilfinningar flækjast fyrir í slúðupakkanum. Það er hárrétt við það, Pétur, ég veit það. Þú verður að flytja þessa fréttir bara eins og sért hlutlaus. Ég veit það, ég er alveg samanlegar. En þetta var slúðurpakki dagsins, viltu endað á einhverju ógeði þarna höfða? Já, gott fólk, þetta var slúðurpakki dagsins. Við þökkum Auðunni Blöndal fyrir innlitið og vindum okkur í þetta hér. Nei. Sorry. Rast. Hvað er að þér maður? Þetta er skemmtilegt maður. Það styttist hér í Gunnþór sem hefur ekki verið í smá tíma og Gunnþór er með rattbreytir í dag en fáum fyrst Linkin Park. Nú hefur Landsbankinn tekið upp nýtt öryggiskerfi í netbanka einstaklinga.
Breytingin felur í sér aukið öryggi, einfaldara aðgengi og auðkennislykillinn verður óþarfur. Næsta kynslóð í netöryggi. Landsbankinn. Þú færð skjóta og góða hjólbaraþjónustu hjá N1. Rendu við hjá okkur þegar þér hentar. N1. Meira í leiðinni í allan vetur. Ég heiti Gunnlaugur Sigurðsson og ég vil vita. Verum skynsöm, klárum viðræðurnar við ESB og sjáum samninginn. Já, Ísland. Húli uppistandsserían á Gullöldinni miðvikudagskvöld klukkan 10. Framkoma Beggi Blindi og Jóhannes Eftirherma. Frítt inn og tilboð á barnum. Ómissandi leikir í sterkustu deild í heimi. Meistaradeild Evrópu í beinni á Stöð 2 Sport í kvöld. Chelsea, Shakhtar Donetsk, Celtic, Barcelona og Braga, Manchester United. Þorsteinn Jóð og gestir hefja upphitun klukkan 19 og fara yfir alltaf helsta úr öllum leikjum kvöldsins í meistaramörkunum í leikslok. Fáðu þér áskrift í síma 512-5100 eða á stöð2.is. Stöð 2 Sport. Besta sætið. FM 95 blöð. Á FM 95. Við kynnum nýtt tromp með lakrísborða í ljúffengum súkkulaðijú. Trompaðu daginn, fáðu tromp. Vantar þig hágæða fæðubótaefni? Kíktu inn á perform.is. Frí heimsending allt land. Perform.is. FM 95 blöð með ykkur hér á miðvikudags eftirmiddag. Ég heiti Peter Jóhinn og á móti með situr Auðun Blöndal. Auðun Blöndal, hvernig ertu svona á skalanum 1-10? Þakkaði fyrir það, við ætlum að skipta yfir í beinahútin. Nei, djók. Ég er solid 8. Solid? Já. Traustir 8. Við tölum íslensku hér, Ólafur. Nei. Traust 8. Þú kannastu þetta, er ekki? Já, þetta var nætuvættin. Þáttaseríu sem kallinn var að leika í einu sinni. Já, það var á góðæristímanum hjá PJ-ma. Þú áttar þú nokkrar. Já, ertu að meina þú varst að meika það í sjónvarpi en ekki bara eitthvað í útvarpi með blöðu? Það voru gullaldarárun. Já. Nei, nákvæmlega, það var mitt. Þú sagðir það? Já, en það er... Við okkur hér í góðkunningja blöð. Okkar hér, FM 95 blöð. Þáttarins, og það er Gunnþór, nema Gunnþór er ekki að fara að ringja núna, sko, brjálaður út í eitthvað partí eða veislu. Nei. Heldur ætlum að prófa Gunnþór með raddbreytinu sem að Pétur Jóhann keypti í Bandaríkjunum með mér? Já, við erum ekkert að ráðast á garðina sem hann er lægstur hér. Nei, og já, sko, þannig að... Fyrir þá sem eru búin að gleyma raddbreytinu. Hann er svona, já. Ertu búin að drekka eitthvað mikið kaffi, eða? Þú ert svo hæpur eitthvað? Sko, það má fylgja söguna, þetta er fyrsti kaffibóllinn sem ég er að drekka í dag. Nú, ok. En hérna... Það er bara svo gaman að koma með... Já, það er svo gaman að vera með þér. Það er lokaður inni í allan dag, maður. Já, svo allt inni, þú ert bara eins og beljunar á sumrin. En við erum að ringja og hann er að kvarta, bara yfir einhverju. Hann getur ekki sett eitthvað saman í IKEA eða eitthvað í Bauhaus eða eitthvað rugli. Já. Og svo hjólar í þetta, í raddbreytirinn. Mér líst vel að, hvernig var Guðnþór? Allir með öllum og þessi veisla ekki að vera búinn eða hvernig er það? Svona var hann. Eitthvað er svona, ok. Ég geti tekið Gunnþór eitthvað með þegar þú ert veikur, ég næ honum ekkert smá. Já, þetta var nákvæmleins. En hvernig ætli þess ég best að, nú eru svo margir takkar á þessu raddbreyti. Allt nema síðasti daginn, hann er algjört rasl. Já, alveg rétt. Ég er búinn að... Nei, var það þessi? Já, ég er búinn að... Þú er komin í samband við IKEA. Vinsalega fyrir opnunartíma eða 2 fyrir þjónustuver. Ef ekkert er valið færðu samband við þjónustuver. Já, góðan dag. Já, ég var að kaupa þarna hillusamstæði hjá þér. Já. Ég fæði þetta ekki til að passa saman. Hvað er þetta ekki til að passa saman? Það er alveg sama hvað á hliðina ég gerir þau. Hvaða hillu ertu með? Þetta er svona timbur. Svona timbur, já. Hvað er upplýsingar um það? Þetta er svona ómálað timburhilla. Já, ertu með nafnið það? Halló? Já, ertu með nafnið það vörnum? Já, ég var að segja það við þig. Ég bara heyrði ekki þér fyrir ekki að þið. Heyrðu ekki hvað ég segi? Ég heyrði ekki akkurat þegar þú sagðir þetta með nafnið það vörnumrið. Já, Það kemur eitthvað rosalega skrítið hljóð í símanum hjá þér. Kemur það? Já, það er ekki hjá mér, það er hjá þér þá. Ég er að segja, þetta er svona...
Við hljótu að endurgreiða þetta ef þetta er svona illa, ef þetta er ekki gott að fá þetta að passa saman. Já, það er ekkert mál, það getur bara komið með Veistu, það er ekkert mál fyrir það að fá bara að koma með þetta til okkar og skila þessu. Nú, það er ekki svörin sem ég fekk í morgun. Þið ringdi þau. Þá veit ég ekki við hvað þú eru að tala. Það er bara að taka kjaftar hver og í annan. Hvernig okkur ægir öllu saman? Veistu, ég veit ekki við hvað þú eru að tala, en það er bara ekkert mál fyrir það að koma með þetta og kalla. Það var skotið sjálf. Þau náðu þessu. Ég heyrði að það var komið á því. Þetta er Pétur eitthvað. Reynum. Það var skemmtilega. Þetta var samt fallegt, sko. Hvað, lagðir frá? Já, ég sem illvillingur. Já. Halló? Halló, þetta er húsasmiðinu, góðan dag. Já, ég geti þetta gasgrill okkur fyrir helgina. Já. Ég gaf sannlega borin von að setja þetta saman. Já, hvernig óskupunum á þetta á að vera nokkuð kvítamann að setja þetta saman? Já, ég ætla að reyna að gefa samband, gjör svo vel. Nei, Já, ég ætla að vita hvað það er því hjálpar hann Óskar út í Skútuvogi. Ég er löngu búinn að tala við hann. Já. Já, ég vil bara fá að tala þarna við eitthvað sem stjórnar. Verslunarstjóra eða eitthvað slíkt. Já. Hvað heitir þú? Ég ætla að gefa sambandi við hann Hákon, gjör svo vel. Ég er löngu búinn að tala við hann líka. Þá get ég ekkert hjálpað þér. Nei, það er alltaf Ég get ekki sett saman grillvinur. Hvað segir þau? Ég heyri ekkert hvað þú segir. Hvað segirðu? Tala í tólið. Já, ég er að tala í tólið. Heyrir ekki í mér? Já, ég heyrði ekkert í þér á það. Nei, það eru örugglega bilaður síminn hjá ykkur í þokkabót þá. Já, það getur vel við. Það er alltaf sama sagan, það er aldrei, við virkar aldrei nýtt. Það er nú ekki fyrsta skipti sem Ég kann ekki að sitja saman grill, ég skal gefa... Ég er löngu búið að alltaf saman. Bendir hver á annan og enginn veit neitt. Höfuðlaus er andalust allan daginn. Já. Já. Ég veit ekki hvað ég á að gera fyrir þig nema þú getur bara komið með grillið þitt niður í húsinu. Það var örugglega. Halló? Komdu bara niður þig. Heldur þú getur ekki lagað einu sinni síman á meðan maður er á línunni? Þú heyrir ekki tímirörið? Nei, ég er lengur hægt að heyra í þig, þú bara... Þú begur svo enginn eitt og allir lyfta öxlum. Hvað segir þau? Svo lyfta allir öxlum þegar maður kemur þarna til ykkar. Og þá er þetta bendir hver á annan og enginn veit hvað í rauninni hver... Nei, vistu það, þetta er ekki, við erum ekkert að benda hvern og annan, við erum bara gjarnan að hjálpa þér við þetta. Halló? Var hún búinn að fatta þetta? Ég veit ekki, hún var alltaf voðalega róleg og kósið. Já, alveg gjörsamlega sultuslög yfir þetta er ömulegt. Nei, þetta er samt hressandi, bara gundur og væla. Nei. Þetta var hressandi, ég var ánægð með þetta. I've loved and I've lost, segir hún Rihanna hér, sem er með honum Drake í laginu Take Care hér í FM 95 Blö. Já, hérna sitjum við, 8. nóvember. Já, 7. nóvember. 7. Já, miðvikudagurinn 7. nóvember og við verðum hérna til 6 í kvöld við Pétur. Við erum bara rétt að byrja þessa vakt. Og við þurfum að hafa það hugfast, Auðun Blöndal, að nú nálgast jólin, óðfluga. Já, það er rétt verð. Verður ekki komin í jólaskap? Nei, en ég nefnilega fekk hugmynd. Ok. Í gærkvöldi. Og þetta er sko, ég veit ekki hvernig hún leggst í þig. Ég ætla bara að bera hana bara undir þig hér og nú. Já, tengist þú mér þessu hugmyndina? Að sjálfsög, hún tengist okkur hérna, mér og þér og... Að þættinum? Já, þættinum og hlustendum líka, í rauninni, en þeir í rauninni fléttast ekkert inn í þetta einu öðru leitinum að þeir getu haft gaman að þessu. Ok. Sko, ég fekk hugmynd, að því að við erum alltaf að keppa þetta í karaoke. Já. Og svo var Logi Bergmann að gera grína mér bara sem söngvara. Já, tjóðlega lélegt á honum. Já, það situr í mér. Já. Hann bara tók hann bara 3-4 lög bara og... Já, sko, hann vildi meina að lögin hjá þér í karaoke væri svo illa sungin að hann notaði þetta sem spurningu í spurningabófinu. Hvaða 4 lög eru þetta sem Pétur Jóhann er að syngja? Já, sem var algjör og augljóst allan tíma. Hann fór inn í þau einhvers staðar, skilur við. Já. Pælti í skepnuhætti í þessu kvikindi. Já, kvikindi. Heyrðu, já, þannig að það situr í mér. Já. Og í kjölfarið því fór ég að velta fyrir mér, heyrðu.
Akkur hækkum við ekki, let's raise the bar. Hvernig segir maður það á íslensku? Hækka bara standardinn. Hækkum standardinn. Hækkum gæðastöðulinn á þessu. Ég er til í það. Við sitjum hér, syngjandi karaoke, förum á netið í einhverja svona karaoke-maskinu og finnum einhver lög og reynum að klambra því einhvern veginn saman og gerum það bara hérna í lifandi útsendingu og svona. Já, það er hérna á eftir einmitt. Sverrir Bergman kemur hérna hverjum einasta föstudag og tekur lagið. Já, tekur lög bara. Aðeins flottara í honum. Já, aðeins flottara. Já. Þannig að hugmynd mín er þessi. Já. Ég og þú búum til í sínu hvoru horninu eitt jólalag á haus. Þú eitt jólalag, ég eitt jólalag. Bara alveg frá scratch, skilur við, bara heilt jólalag. Semja lag. Ok. Það má ekki taka eitthvað lag sem allir þekkja og búa bara til þinn texta og fara eitthvað. Það sem þú þarft að gera, ef hugmyndin gengur út á það, er að þú farir og finnir, þú þekkir einhverja tónlistamenn. Já, ég ætti nú örugglega ekki að plata eitthvað niða. Mér líst vel á þessu hugmyndina, Pétur. Þú finnur einhvern tónlistamann, vinnur bara lag. Mitt jólalag. Þitt eigið jólalag. Þarf að vera lágmark 2,5 mínúta. Já, höfum 2,5. 2,5 lágmark. Gott lágmark, já. Þarf að vera á íslensku, kannski? Já, þarf að vera íslensku. Eða á þá reglu? Já, það getur líka verið einhver orð sem þurfa að koma fyrir í laginu. Skilur hann? Já, jól? Já, jól, auðvitað, þetta er jólalag. Kynlíf? Jól og kynlíf? Helst nú yfirleitt í hendur? Nei, djók. Já, ok. Og ástin? Já, ástin. Ástin. Og hamingjan og... Já, þetta verður alltaf það síðan. Ég veist að mér líst vel á þetta. Ok, hvenær eigum við að frumflytja lagið? Hvað hef ég langan tíma til að búa til mitt jólalag og hvenær keppum við þessu hérna? Sko, við skulum að hafa líka hugfast. Ég vil vera sanngjarn í þessu. Já. Ég er bara einn á miðvikutum. Þú ert alla dagar, skilum. Já, ég er enga stund að kokka gott jólalag. Hvenær viltu frumflytja þetta? Kallinn. Já, ég er ánægð með þig núna, Pétur. Mér líst vel á þessa keppni. Já, og En þú mátt ekki koma bara með þetta drast hérna sem þú ert með hérna í horninu og glamra bara eitthvað jólalag á það. Þetta þarf að vera eitthvað alvöru. Og þú ert að... Já, ekki eitthvað svona. Jólin eru komið hér og allir er í kynlífi. Ástin er í blómstrandi og jólunum og kynlífið er í bándu tenningnum. Já, þetta er ömurlegt. Þetta þarf að vera eitthvað alvöru lag. Nei, menna, ég hlýta, sko, þetta er keppni. Já. Og við, sem sagt, frumflytjum þessi lög, sé ég fyrir mér kannski bara fyrsta miðvikudag í desember, hvernig lístur á það? Það er nægu tími? Já, það er bara fyrsti miðvikudaginn í desember, þá keppum við Pétur í þessu. Fyrsta miðvikudagi þess að vera, þá kem ég með eitt jólalag. Já. Ég þekki tónlistamenn, sko. Já, ég líka. Þannig að ég bara fer ég ætla að fara í stúdíó, kannski. Glæsilegt, ég ætla að reyna það líka. Ef ég hef metnað, svo getur vel verið að ég hafa engan metnað og mæti bara með eitthvað drast. En þá er ég líka bara að verði að gera ráð fyrir því að tapa keppninu og það er eitthvað sem ég þarf að gera upp við sjálf á mig. Já. Mér líst vel á þessa keppni, Pétur, ég er ánægður með þig. Við skulum fá hér eitt vinsælasta föstudagslagið í langan tíma, en það er Diamonds með Sverrir Bergman. Shine bright like a diamond. Shine bright like a diamond. Find light in the beautiful sea. I chose to be happy. You and I, we're like diamonds in the sky. You're a shooting star I see, a vision of ecstasy. Rise to the universe, as we show mine and Molly. Feel the warmth, we'll never die. We're like diamonds in the sky. You're a shooting star I see. Nú hefur Landsbankinn tekið upp nýtt öryggiskerfi í netbanka einstaklinga. Breytingin felur í sér aukið öryggi, einfaldara aðgengi og auðkennislykillinn verður óþarfur. Næsta kynslóð í netöryggi. Landsbankinn. TAL býður þér háhraða internet yfir ljósleiðara og hjá okkur er það á appelsínugulu verði. Er það ekki bara hreint dásamlegt? TAL. Svona á samband að vera. Já, ég er með. Ég kom ekki. Einn mann. Já! Klassi. Gerðu leikinn skemmtilegri. Tippað á lengjuna. 1x2 við tippum. Húli uppistandsserían á Gullöldinni miðvikudagskvöld klukkan 10. Framkoma Beggi Blindi og Jóhannes Eftirherma. Frítt inn og tilboð á barnum.
Ómissandi leikir í sterkustu deild í heimi. Meistaradeild Evrópu í beinni á Stöð 2 Sport í kvöld. Chelsea, Shakhtar Donetsk, Celtic, Barcelona og Braga, Manchester United. Þorsteinn Jóð og gestir hefji upphitun klukkan 19 og fara yfir alltaf helsta úr öllum leikjum kvöldsins í meistaramörkunum í leikslok. Fáðu þér áskrift í síma 512-5100 eða á stöð2.is. Stöð 2 Sport. Besta sætið. FM 95 Blö. Á FM 95. Við kynnum nýtt tromp með lakrísborða í ljúffengum súkkulaðijúb. Trompaði daginn, fáðu tromp. Frábært úrval af hágæða fæðubótaefnum frá Optimum Nutrition. Perform.is. Holtasmára 1, Kópavogi. Pétur. Þetta er lélegt maður. Það þarf að segja eitthvað. Þeir að hlusta hér á FM 95 Blöð og FM 957. Ég byrst afsökun á þessum óhljóðum. Pétur Jóhann tók með sér eitthvað dót sem að krakkjana sá hérna með sér í vinnun og þetta er alveg Það er þetta að mixa saman, skilur við. Það er þetta að mixa saman kind, svín, hana og belju. Vá, ógslálótt. Nei, ég er ferskur. Þetta er aðeinslegt. Hér rétt handa á horni er bæði karaoke-keppni, vinur okkar Tonga banda sér nudd og vonda aðkeppnin. En það er eins og komið hér að dagsshit maður. Já, hvað segirðu? Sorry, ég misti maður eins í þessu. Já, þeir eru með stilt á FM Blöð og þú varst búin að segja það, ekki? Jó, það er komið að sturluðu staðreyndu, hvernig líst þér það? Sturlaða staðreyndir hér í FM 95 Blöð. Já. Auðun Blöndal, sérlegur yfirmaður sturlaðara staðreynda tekur nú við, gjörðu þið svo vel. Takk. Þá ætla ég að byrja hér á fyrstu. Karlkyns oktobi sem er tegund af kolkrabba deyr þegar hann færða og kvenkyns oktobi deyr við barnsburð. Þannig að þetta er dramatísk ákvörðun sem þau taka þarna ef það á að eiga og deyja bæði. Já, þannig að og þannig þetta er rosalega Þetta er rosalegt, þannig að afkvæmin lifa. Afkvæmin lifa, já. Hann deyr sko bara leið og hann náttúrulega færði og svo hún greiði þeirra. Já, þetta er svolítið svakaleg staðreynd. Já, þetta er rosalegt. Hún er eiginlega ekki insane. Hún er eiginlega bara svona hálf skelfileg. Já. Og þú þarft að, ef þú deyrð þegar þú stundar kynlíf, eða þegar þú færða, þá þarftu að hugsaði tvisvar um? Nei, ég meina þú ert að vera vel horny allavega. Já, en ég meina, ég stórefast að þetta dýr, hvað var þetta? Oktobi. Já, viti þetta fyrirfram. Já, ok, þú meinar. Ég stórefast að þeir sé eitthvað svona, ég ætla nú að spara mig maður, ég meina, maður er að fara að repa þarna þegar maður er búin að þessum, eitthvað svona, maður, já, maður er nú ekkert að stökkva hvaða geit sem er, sko, og eitthvað svona, skilur þeir félagarnir eitthvað. Þeir vita ekki neitt, þannig að þeir bara stökkva í þetta og svo bara, hvað er döðum og djöfum? Já, þú veist samt alltaf að hann er hreinn sveit, því annars verður hann döður. Já. Og það er leitt að hann verið stelpunnar í oktobi heiminum. Þú lígur því ekki? Þú lígur ekkert og sért eitthvað playa. Nei, þú getur það ekki. Það er svara næsta. Þetta er einn gömul góð sem ég ákvað að taka hérna aftur því að mér finnst hún mögnuð. Heyrðu, vítu, er þetta ennþá þessi regla þarna? Ég þarf að spotta. Já. Nei, ég er ekki með neitt svoleiðis í dag. Þú ert ekki að spotta neitt. Heyrðu, síðan sagðir við mig bak við tjöldin og varst búin að láta alla gera þetta og ég er svo eini sem að klúðra þessu. Ég er svo eini sem að gata ekki. Nei, Egill gata þetta ekki heldur. Egill Gilsinn ykkur? Já. Já, það er frábært að vera í sama flokki og hann. Hjöðl er stoltur af því. Já, áfram með þess staðreyndir. Sólin minnkar 1,5 meter á sekundu. Spáðu í það. Sólin minnkar 1,5 meter á sekundu? Já. 3 þarnir núna. 1,5 viðbútt. 1,5 viðbútt. Þetta er rosalegt. Hversu stór er sólin eiginlega maður? Jú, ég er ekki að ljúga þessu. Ég get svo svarað þetta. Ég meina, ég ætlaði að fara að segja að þú lígur þessu, en þetta getur ekki verið. Þetta er þannig. Hvað mennur, við búin að vera minkað 1,5 meter á sekundu bara frá því að upphafi tíma? Greinilega. Svo er það næsta, ég er ekki að ljúga þessu, Pétur. Þetta er bara styrlu starrinn. Svo er næsta, ef þú sprautaði með sama sykurmagni og er í súpidós af kók, þá æliru. Ef ég sprauta með mig? Já, bara þú tekur bara spraut og bara sykurinn í æð. Já, ég meina, ég myndi sprauta bara mold. Þú veist, það er saman hvað ég myndi sprauta, hvað væri þetta mikið? Það er bara sami sykur og er í, sko, Sveppi reynda... Já, sama sykurmagn. Já, sama sykurmagn og vart með hálfum lítra kók. Sveppi reynda að geta
heilan diska þessum daginn, sama magn. Hvað? Af sykri? Já, sama sykur, jafn mikið sykur og í súpudós. Hérna? Já, í þættinum. Hann gæti ekki, það voru ekki sjensir hann að kingja, þannig ég trúi þessu. Ég geti það. Nei. Hvað var þetta mikið að sykri? Þú getur alltaf getið sleikjó, Pétur. Svo hér... Nei, við skulum ræða þetta eins. Ég hef borðað sleikjó, sko. Já, ég að tala þú hefur aldrei getað, þú varst verri en ég í ókíðastreiknum. En hvað var þetta mikið að sykri? Þetta var bara full skál, bara eins og nefna bara sykur í stað serjós. Já, sykur mólar? Nei, bara svona sykur, bara, Ég væri til í það. Svona strásykur? Já, bara strásykur, ég færi létt með. Einmitt. Það svo næst á að ég vissi að þú myndir hafa gaman að þessari. Það leikhús í Moskvu bara með köttum. Og allir leikararnir eru kettir. Nei! Jó, þetta Leikhús í Moskvu, kattaleikhús. Rússin kann þetta, maður. Það eru bara kettir í þessu leikhúsi. Það er til í að koma þangað, maður. Nei, alveg. Eitthvað svona. Eitthvað vasa þig, alltaf eitthvað. Endalust kattfætt. Hvernig hann að leikstýra þessu liði? Jæja, við ætlum að hætta fíblagangi og byrja æfinguna. En heldur að sé einhver leikstjóri sem að tala við einhvern félaga sinn og segir, herðu, við vorum að fá nýjan kött í dag. A Star is Born. Það er bara þannig. Hann er svakalega góður leikari. Hann er dead serious. Ég hef aldrei séð hann aðeins maður. Við vorum í einhverju grínsenum og hún stökk ekki brós allir tíma. Ég er að segja það. Þessi köttur er einn mesti hæfileiki sem ég hef fengið í leikhús og ég er ekki að tala bara þegar það kemur á köttum þá. Vorum með æfingu hérna fyrir hádegi og allir í grunnbúning maður og það er bara þetta svakalegt. Dead serious. Svo er það næsta. Vísindar vilja meina að allt helium í heiminum verði búið árið 2030. Nei, allt helium búið. Já, mér er eiginlega par samasamt. Sett þetta aftur ég, ekki eyðileggja mikrofónin. Alltaf sama, það hrundi mikrofónin af. Heyrðu, helium búið. Þetta er nefnilega áhyggjuefni. Nei, er það? Jú, helium er ógeðslega fyndið. Já, bara þú þarf að breyta röddina eitthvað, annars þarf þetta ekkert. Jó. Já, blásu blöður og eitthvað, ég bygg kóla. Já, og líka, þú veist, fyrir loftbelgina og... Já, reyndar. Ok, svo er það næsta. Það er til bjór með A, jógúrtbragði, B, vodkabræði og C, pítsubræði. Já, bjór með pizzabræði er örugglega ógeðslega góður. Nei, það myndi ég ekki halda. Hvað þá, hver kaupir sér bjór með jógúrtbragði? Við bjóra þetta. En sturlu starri. Þú myndi gera það? Nei. Hvað meinar þú? Ég er ekki það mikill jógúrtmaður, ég myndi sjá mig bara á... En þú veit það mikill bjórmaður? Já, svona. Ef þú fengir bjór sem að smakkast þessu pizza, þá myndir þú slá 2 flugur í einu, ekki maður? Ég hata ekkert pizzu. Nei, og ekki bjór? Nei, svo er ég næsta, það eru 3 ára eftir. Að kúra fyrir svefnin róar heilan og verður til þess að þú sofi betur. Nú spyr ég þig, Pétur Jóhann, þú ert eins og bangsi í laginu, en ertu kúrdýr? Já. Finnst þér gott að kúra? Já. Alveg geðið maður, ég kúra stundum svo mikið maður, ég bara næstundum ekki að sopna. Já, ok, og kúrar yfir þig? Ég kúra yfir mig. Svo leiðir kúruð oft yfir í eitthvað annað. Það er ekkert annað. Menn opna sig hérna bara. En hvernig er með þig? Ég er ekki mikill kúrmaður. Nei, þannig að þú sopnar yfir eitt reiður. Það er alveg svakalega pirraður og reiður. Já, bara eins og ég er í lífinu, sko. En akkur kaupið þér ekki bara bánsa? Eða eitthvað sem þú getur kúra? Já, ég hata ekki að kúra, en ég held ég sé ekki mikið fyrir að kúra á þú. Nei. En svo er það næsta og það er... Hvað meintir þú með þessu? Þú sért ekki jafn mikið fyrir að kúra og ég. Þú varst bara að segja þú elskaðir að kúra, hvað voðalegt að lesa í allt. Já, ok. Svo kemur þetta næsta. Nei, þú sagði þér þetta með þannig tón, sko? Nei, tók ég alltaf frá. Vodki er góður fyrir húðina og virka vel á úlingabólur. Sturlu starrend. Ég gerði það oft. Það væri ykkur úlingar hann úti sem eigi ómikið af vodka, hendi þessu bara í andlitið á ykkur. Ég gerði það á rúgeisla oft, maður. Já. Finnlandi á vodka. Frissaði honum yfir mig. Pétur, hvað er þetta að gera? Hvað ég er bara allir bólugrafil hérna, maður. Svo er það síðasta hér sem ég tók aftur af því að ég hefði gaman henni síðast og ég man ekki hvort þú hefði hérna með mér, ég vildi alltaf að sjá þig prófa þetta. Þú getur ekki sogið upp í nefið og tala á saman tíma. Jó, við erum það. Varst það þá? Nei. Nei, ekki nema á innsóinu. Nei, þú getur ekki. Reynið til bílnum. FM 95 blum. Jú, ég get það. Nei, ég get það ekki. Ég get ekki sogið upp í nefið og tala á saman tíma. Þetta voru sturglaðar staðreyndir. Ekki það sem var kjafta í dag, veistu á hverju? Að ég einfaldlega glemdi því sem er sorglegt og ég beðist afsökun á því kæru hlustundur. Við gerum það bara næst. Já, en fáum hér Snow Patrol og Chasing Cars. Svo er það, já... Það er meina nafni á lagi. Vonda Adi. Skríti nafn á lagi. Hann er svo saman hundur hérna með ykkur til, já, 6 í dag og það er komið, en þetta er samt, sko, þetta er alveg skelfilegt.
Mér líst vel á þetta. Já, það sem við ætlum að gera við Pétur ætlum að keppa í hvor okkar gerir lélegra at. Já. Þannig að maður á að reyna að gera bara eins barnalegt og lélegt at og hægt er. Okay. Þannig að hér ekki verið að reyna að búa til gott at, heldur vont at. Já, þetta er ekki eins og við vorum að gera at með grínrödd. Nei. Augljósir í grínrödd. Þú getur líka hendið það oft mjög vont. Það getur oft verið mjög vont. Já. Og ætlar að leika með grínröddina eða? Ég veit það ekki mér þetta, ég var svona að prófa hérna, þú veist, nú er ég með kaffimál hérna og, þú veist, ef maður setur það á mækinn, það, já, halló. Það hella kaffi ofan í mækinn? Er ég að því? Já, og buxuna hérna. Það er nú allt til að maður. Þetta er smá kaffi hefur aldrei drömmi. Þú veist, er þetta eitthvað? Halló, auðviti? Það er bara eins og setja í einhvern flugturni eitthvað. Já, það er svolítið ekkert í þessu. Nei, en þú mátt gera það sem þú vilt, það eru leikreglunar hér. Ok. Og ég vilt að ég byrji. Þú byrjar, maður. Ok. Þú ert aðalkappi. Ég meina ömulegt hérna. I could do take a chance. Þetta er gott lag. Já, góðan daginn. Þetta er pantaði pítsu. Já, hvað kannst það ekki að það? Get ég ekki valið bara svona á pítsuna? Ég væri til í pepperoni, ananas, lauk og kúk. Pepperoni, ananas, lauk og... Kúk. Hvað er það? Það er bara eitthvað... Hvað er aðgerðu? Þetta var bara... Ég hugsaði með mér að þetta væri sennilega versta sem að hægt var að gera. Þetta er ógeðslega að fyndið, maður. Þetta er ekki smá lélegt, maður. Nei, ég elska svona, maður. Og kúk. Og hvað? Ég þarf eiginlega að segja þetta. Dominos, sko, ég ringi svo ofta ánga að ég má fíblast í þeim. Dominos og Castello, ég mætti eiginlega að gera hvað sem er. Þau myndi ekki þora að gera neitt til að missa viðskipti mín. Því ég held ég einhverjum fjölskyldum uppi þarna, sko. En líka, það er æðislegt, maður. Árna þú, hvert á ég hringja fyrir þig? Í blómabúð. Blómabúð, ok. Blómabúð. Það jafnast ekkert á við góða blómabúð. Blómabúð. La-la-la-la-la-la-la. Jafnast ekkert á við góða blómabúð? Nei, ég elska góða blómabúð. Ok, ég er að hringja hérna fyrir þig. Dalía, góðan daginn. Já, góðan daginn. Góðan daginn, heyrur í mér? Já. Góðan daginn. Góðan daginn. Ég ætlaði að kanna þarna, takið þið til fyrir mig svona blóm, þar að segja, í blómvönd. Já. Og geti ég valið það bara, kannski liljur og rósir og eitthvað þess áttar. Já. Og náðu í það seinna í dag. Já. Þá er ég til í að þú myndir tína til fyrir mig svona blómvönd. Já. Ég myndi vilja hafa sko 4 rauðar rósir í því. Já, fyrir aðeins ég ná mér í blað, skrifa þetta niður svo ég gleymi því nú ekki í miðju kafi. Bara 4 rauðar rósir. 4 rauðar rósir. Og ef ekki hafa eina svona gyllinæð. Eina blæðandi gyllinæð svona. Já, segðu. Það er ekki gott. Svona vel græna. Já. Góðu kontrast á móti rósunum. Já. Og hvað fleira? Kannski bara svona einhverja vörtusýkingu þarna. Hvað segirðu, ætlar að panta vönd? Já. Lefja þetta vörtusýkingu. Nei, ég er að fíblast í þér. Já. Þetta er fíblagangur hérna hjá okkur. Já. Hvað segirðu, 4 rauðar rósir, þú vilt fá liljur? Já, 4 rauðar rósir og eina svona lilju. Já. Og eitthvað grænt með? Eitthvað grænt með, eitthvað gamlan svona sveittan sokk. Táfílu sokk, kannski. Já. Þú getur vafið utanum þetta. Já. Hvað er nafnið þitt? Það er bara Raskat. Ok, og hvað er símanúmerið? Það er 8. Hvernig að þér, akkur lægir ekki á maður? Sér að andlita það. Ói, hvað þetta er óþægilegt maður. Hvað er að þér auðvitað? Hún held að væri bara fullorðin maður sem væri að pantaði blóm. Já. Þú er alltaf eitthvað fíblastur á milli en væri samt að kaupa.
Rosalega. Já, vörtusíkingu. Og voðalegt, skemmtilegur. Ætlar að fá hennar blómvönd? Já. Þitt var miklu betri en mitt, maður. Nei. Ég verð að gefa þér sigur í þessari keppni. Nei. Já, þetta er betri en pizza með kók. Það er bara þannig. Vanda blóm með vörtusíkingu og veðja með táfílusokk. Já, þetta var... drep, maður. Vonda aðkeppnin. Vonandi höfðu ég gaman að þessu ég. Ég heiti Agnes Fríða Gunnlaugsdóttir og ég vil vita. Verum skynsum. Klárum viðræðurnar við ESB og sjáum samningin. Já, Ísland. Verslun Nýherja, Borgartúni 37, opinn frá 9 til 6 í dag. Komdu og kíktu á úrvalið. Nýherji. Hann er stærstur, feitastur og flottastur. Fyrsti vinningur gæti orðið meir en 2,5 milljarður króna. Víkingalottó, alltaf á miðvikudögum. Þú fær Túborg jólabjórinn á English Pub Össustræti og English Pub Hafnarfirði. English Pub í jólaskapi með Túborg. After 72 hours, the odds of finding an escaped convict dropped to less than 5%. Í kvöld á Pop TV, Breakout Kings, klukkan 21:25. Because there's nothing more dangerous than a convict on the run. We decided to use fugitives to help catch a fugitive. Hörkuspennandi þættir frá framleiðendum Prison Break. Ekki missa af heitustu þáttunum á Pop TV. FM 95 blöð. Á FM 95. Við kynnum nýtt tromp með lakrísborða í ljúffengum súkkulaðihjúp. Trompaði daginn, fáðu tromp. Vantar þig hágæða fæðubótaefni? Kíktu inn á perform.is. Frí heimsending allt land. Perform.is. Í Bandaríkjunum á síðasta ári gjörsamlega frábært lag hér á ferðinni búið að keyra allt kollu hér á FM 957. Hvaðan að það Pítur Jóhann með einhvern defekt í dag? Gjörsamlega farast úr hressleika hér og heilbrigðissamkeppni eins og einhver sagði. Nei, hvað, Auti sagði mér að gera eitthvað hressa innkomið hérna, kæri hlustandi. Nei, eina sem ég sagði henni, lagið er að vera búið. Vertu ekstra hress. Ég sagði það, opnaði nú með einhverju hressandi, sagði ég. Já, þetta var eina sem við dætti hug. Ég var ekkert að segja það að tapa þér. Nei. En virkilega skemmtileg innkomið þegar eitthvað síður, ég ránaði með hana. Heyrðu, segir hann. Verðum við ekki að ræða forsetakosningar þar í Bandaríkjunum? Ég er virkilega ánægð með það að Barack Obama hafi vunnið. Þetta ánægð með það? Já, hann er... Sama gamla bara að tugga hann út í... Já, bara svalur náðingi og virkar góður maður. Ég, svei mig þá, af einhverjum ástæðan hélt ég með hann. Ég er ekkert búinn að kynna mér þetta það vel að ég geti farið að segja af hverju. En ég meina virkana, hvaða lag er þetta? Ég veit það ekki, eitthvað betti. Er þetta alltaf? Já. Þú vil þetta hátt? Akkur höfum við ekki lagið með? Það var svolítið hátt núna, af því að þetta hættu nú með þetta junk þetta út í hodni. Akkur höfum við ekki lagið mitt? Í alvöru tala. Af því að þetta er martröð sem við opnum það. Ég get líka lækkað það. Þú veist, við viljum tala saman. Í þess? Þú veist, það er þetta lækkað þetta. Nei, þetta er eiginlega alveg jafn hátt. En það er hins vegar komið að karaoke-keppni FM 95 blöð. Við keppum einu og eitthvað til. Nei, hugsa þér, ok. Settu þið svona, tökum hérna Reykjavík síðdeis innkomu. Já. Svona, þú veist að ræða forsetakosningarna með þetta undir. Já, Barack Obama hafði sigur í nótt og... Já, menn byggust ekki við því, sko, að Mitt Romney myndi ná, nei, þetta var hnífjamt og... Já, hann sé jafnt hjá honum og... Og síðustu tölur kom ekki fyrir en... Já, það er eiginlega ekki hægt. Nei, þetta dækir eitt af versta sem þú kom með. Mér langar nefnilega, minn draumur, þegar ég kom með þessa græðu þarna, minn draumur var að við getum haft þetta bettan, skilur við, verið bara með... Þetta er svolítið hátt, sko, ég skal viðurkenna. Já, þetta er algjörlega allt maður. Ég skal bara færa mækinn hérna. En við erum komin með lögin í, já, þetta er kósi, við erum komin með lögin fyrir karaoke-keppnina við Pétur og það var inn á Facebookinu okkar, þeir sem eru ekki búin að læka FM 95 blöð inn á Facebookinu að gera hjóli það og getið tekið þátt í umræðum og öðru þar inni. En lögin sem er búin að velja fyrir okkur í dag eru Baby One More Time sem er Britney Spears slagari. Já, og svo... Já, við, eiginlega... Já, gott mál, ok. Við syngjum ekki báðir, svo var... Nei. Svo líka valið hér Diamonds með Rihanna sem að Sverrir Bergman söng með síðasta föstudag í föstudagslæginu. Þannig að það er eitt splunkunýtt og eitt gamalt og gott og Pétur Jóhann, hann vill endilega taka Baby One More Time. Mér langar að, ég treysti mig frekar í það heldur en hitt þarna, sko. Hvernig er hitt? Já, Shine Bright Like a Diamond. Það er reyndar, hún segir eiginlega bara það.
Já, svo Shine kemur bright like a diamond. Ok, hvort Shine viltu... bright like a diamond. Og ég tek það. Nei, hvort viltu vera undan eða eftir? Á eftir, ég alltaf eftir. Já, alveg rétt. I'm always like time. Já, ég alltaf rugglaðast Hjörpa. Number time. Flottulega kennir. Ok, þá byrja ég þetta. Ok. Ertu klár? Þannig að það er... Ég? Já. Nei, ég er... Ertu klár? Ég byrja. Ég er klár. Tilbúin, I'm all fired up. Svo er þetta í ykkar höndum kæru hlustendur. Það er 511-0957. Fyrstur upp í 5 atkvæði vinnur karaoke. Það er búið að vera mjög jafnt hjá okkur upp á síðkasti. Herru, þá byrja ég þetta. Það er Diamonds með Rihanna. Mitt karaoke-lag. Sveittur alltaf. Þú varst eldröður. Ég hef séð þig rauðan. En þú varst rauðastur í dag. Þetta var rauðastur sem ég séð. Ógeðslega erfitt, maður. Wow, maður. Rihanna getur bara skammað sín. En ég vil heyra þig aðeins takk þetta. Ég kann þetta ekki. Bright like a diamond. Nei, ok. Nei, það er komið Hvar á ég að byrja að syngja? I saw the love inside your eyes. Svo núna. So shine bright. Tonight. You and I. Nei, ég kann ekki, nei. Þú veist, ég sé ekki texta. Like diamonds in the sky. Shine bright like a diamond. Shine bright like a diamond. Það er ok, það er komið nóg að þessu rusli. Ég þarf að koma yfir til þín, skilur, til að sjá skjáinn. Gottu sæti, ég býð eftir. On me way. Já, gottu. I'm on me way. I'm on me way, segir hann. Má ég breyta lag? I'm on me way. Hvað lag er þetta? I'm on the way. I'm on the way. Ég man ekki. Er ekki lag með það? Það er aðeins. Alltaf að stilla mér eitthvað upp í vegg hérna. Þú varst það. Hirðu, sérðu hvað stendur á tölvuskjánum? Congratulations, get your USA green card. You have 1 year free. Já, við getum flutt til Bandaríkjunum 1 ár. En það er komið að Pétri. Ertu til í það? Hann ætlar að syngja hér Baby One More Time, gamla Britney-lagið. Við erum báðið með, kvennmannslög í dag. Vil ég stula á það? Ertu til? Ég er til. Einhver söngur að nonni var. Hói, maður, Þetta var flott hjá þér, maður. Þetta er flott hjá þér. Nei, þetta var bara mjög cool. Ángríns, þetta var ekkert að þessu. Ég tók þetta bara með mínu nefi, sko. Já, bara ógeðslega flott. Ég er náttúrulega ekki með neitt annað nef, sko. Ég elska þegar þú tekur lag og setur það þinn búning. Já, maður verður að gera það hérna í Idolinu. Já. Nei, þetta er ekki Idol, þetta er karaoke. En Idol er í rauninni karaoke. Já, það var stórkastlegt þér. En þetta er í höndum... Hættu þessu, þetta er kalt hann, ég sé kalt hann. Nei. Ég sé hann á mílufjarlæg. Mér fannst þetta mjög flott, ég sér það. Mér fannst frá dýstu rótu hjarta míns. Þitt frábært. Já, þetta var bæði rosalega flott eða þannig. 511-0957. Já, og hvað fannst þér? Hlustendur segja hvort lagið fannst þér betra. Maður sjá, við erum að opna hérna fyrir síman 511-0957, hvort lagið fannst þér betra? Halló? Ha? Er hann með rattbreyti tæki? Halló? Halló, heyrðu í okkur? Heyrðu ykkur hana? Nei, hann datt út. Blessar! Blessar, FM 95 blöð, hvort lagið fannst þér betra? Ötti. Hún er svo litlu. Hún hefði annarkvort geta sagt þú eða ég. Þetta var rétt hjá maður. Það er ekkert smá litlu. Takk aðeinslega. Takk saman. Takk. Ok, bye. Þetta var svo nálægt í maður. Fyrsta atkvæði dótt í hús, það er 1-0 fyrir blöð. Hver var þitt atkvæði? Pétur. Pétur, hann er að jafna hana. Hanna, ég jafnaði maður. Heyrður það? Ég var að jafna þér 1-1. Já, klálega. Hakka þér innilega fyrir þetta atkvæði. Takk fyrir að ringja. Það skiptir mig miklu máli. Já. Þú ert mín. Nei, ég meina minn. Takkaði fyrir að ringja. Takkaði kærlega fyrir. Og ég ætla að segja, þú ert mín kona, svo fatt að það virkar ekki. Og þá ætlar þau bara að þú ert minn maður. Já, blöð. Hver fær þitt atkvæði? Já, blessaði það. Blessaði. Það er Pétur sem var mitt atkvæði. Já, ég er með grunaði það. Já, mér finnst þú lífið svo vel inn í þetta. Ég lifði mig alveg geðvikt vel inn í þetta, maður. Þetta var bara vonlegt. Nú er ég ekki að vefengja, en ég gat ekki liðað mig betur enn í mitt. Já, ég gerði það. Þú varst enda mjög flottu líka. Já, ok, takk. Þá var ég ekki að full. Hefur við ekki að taka bara 2 stig frá hún? Þegiðu, Pétur. Ok. Herðu, takk fyrir að ringja. Takk fyrir. Þetta skiptir mig miklu máli. 2-1 er Pésa. Ok. Pétur Pan er 2-1 yfir. Hver fær þitt atkvæði? Herðu, það er Pétur. Það er Pétur. Herru, Jóhann! Herru, veistu hvað þetta þýðir? Ég fekk fyrst atkvæði. Býta þess, er hún á línunni? Já. Þetta er aðeinslegt, ekki nóg með það að ég fekk ekki atkvæði heldur þurfti að hlusta á þetta líka. Hvað meinar, hún fekk baul? Þú veist, nei, þetta var ekki. Ok, ég skal vera með nýtt, þetta er meira hressandi. Býta þess. Þetta er hressandi. Hvað heitir þú? Nei, sorry. Hvað heitir þú? Hvað heiti ég? Já. Ég heiti Brynhildur. Brynhildur, takk hérlega fyrir að ringja. Takk fyrir atkvæðið. Það er 3-1. 3-1 er Pétri. Ég er að tapa þessu. FM 95 blöð. Hver var þitt atkvæði?
Pétur. Já, þetta þekki ég, gamli hundur. Þú veist ekki, ég skíttapa hann. Hættu með þetta bastarda, Pétur. Hann fær svona svínaljóð. Heyrðu, takk fyrir atkvæðið, maður. Takk fyrir að ringja. Heyrðu, hann sprakk úr hlátri. Það heyrðist eiginlega FM 95 blöð, hver fær þitt atkvæði? Ötti. Ötti, já. 4-2. Já, ég þarf comeback núna. En hún fær samt hljóð. Hvernig hljóð fær hún? Svona hljóð. Heyrðu, svo er svona að starta bílinu. Þetta takk fyrir að ringja. Ok, hvað? Staðan 4-2, fáum næsta hlustanda. Hver fær þitt atkvæði? Er ég on a comeback trail eða? Pétur. Nei, hættu þessu. Hugsaðu Pétur. Já, það ekki, maður. Hann fær mix. Hann fær remix. Herðu, takk fyrir að ringja Pétur, þú ert búin að vinna. Er ég búin að vinna? Er ég komin í 5? 5-2. Við skulum klappa hér verið Pétur Jóhann og fá frábært. Býta aðeins, Hötti. Ekki byrja strax á lagi. Hvað ætlar að gera? Það er bara... Já, hvað ætlar að gera? Ég ætlaði bara... Þú veist, ef þú hefur ekki byrjað þetta lag, þá hefði ég kannski tekið hérna... Agent.is og Carlsberg kynna YOLO á Þýskabarnum. 7. til 11. nóvember. 4 hip-hop kvöld þar sem meðal annars Hobson, Dizzy Wright, Úlfur, Blas Rocka og margir fleiri koma fram. Forsala miða er hafin í skór.is kringlunni og á miði.is. Nánar upplýsingar er að finna inn á agent.is. Já. Þetta er stjórn. Góðar. Gerðu leikinn skemmtilegri. Tippað á lengjuna. 1x2 við tippum. After 72 hours, the odds of finding an escaped convict dropped to less than 5%. Í kvöld á Pop TV. Breakout Kings, klukkan 21:25. Because there's nothing more dangerous than a convict on the run, we decided to use fugitives to help catch a fugitive. Hörku spennandi þættir frá framleiðendum Prison Break. Ekki missa af heitustu þáttunum á Pop TV. Þú ert að hlusta á FM 95 blöð. Á FM 957. Nei, það er ríkalegt. Þið eru að hlusta hér á... Þetta er alltaf sama ruglið, maður. Já, þetta er samt... En það var að koma með einhvern nýja. Ef að ég væri komið leið á honum, Pétur, þá væri ég ekki að biðja hann. Ég get alveg lofaði því. En það mun alveg detta inn. Ég mun fá leið á vinni mínum Tong, en það er bara ekki komið að því. Það er ekki komið að því? Nei, ég er ennþá svo hrifinn. Not that time yet? No, it's not that time. Hann er ennþá svo skemmtilegur og góður eitthvað. Og ég held að þetta sé mjög góð hugmynd. Ég er að skoða hérna smálýsingarnar og ég hugsa að hlustendur sem er að núti verði bara sammála með. Og hérna er verið að auglýsa svona nudd, bara með svona einhverju gemsanúmeri, skilur við. Já, ok. Og þá er ekkert endilega að tala um eitthvað kynferðislegt nudd. Hérna er bara... Hann er náttúrulega að drepast í öxlunum grið. Já, hann það massage. Hann verður að fá massage eins og hver annan. Já, og ég var að spá, ég hef ekki að láta Tongar að ringja og panta þessi nudd. Hérna stendur nudd, slökunanudd. Yeah. Yes, hello. Do you have massa? Do you speak English? I'm reading the paper. Hvað segirðu? Hann náttúrulega að lesa blaðið og sá þetta þar. Yeah. Ok, ertu tilbúinn? Eitt Tong ready? Já, sko, það þurfti ekki meira. Það þurfti ekki meira, maður. Ef að hafa raddbreytin. Nei, ekki raddbreytin núna. Sleppa því. Gott mál. Afsakið. Þú varst að láta þig flakka það? Ég var að ropa. Heyrðist það ekki? Ok, gott mál. Hello? Yes, hello, you speak English? Yes. Okay, can you do a massage? Why? Do you give a massage? No. You don't, because I saw advertisement in the paper. Okay. So, you give Can you call me with your mobile phone? Yeah, Call me with your mobile phone. I don't have a mobile phone. I'm so sorry. I don't have it. I don't take without mobile phone. But it's okay, I have money. Okay, bye-bye. Hvað er í gangi þarna, maður? Það er bara, þú ringir ekki með gemsa. Hæ? Býtu, já, það er ekki númerabirtir. Hvað segirðu? Erum við að ringja úr leyninúmeri? Nei, við vorum ekki að ringja úr leyninúmeri. Hún vildi bara að þú myndir ringja í gemsa, herðu. Þú getur náttúrulega ringt eitthvað annað sem er nudd. Svo sagði hún bara nei. Eða, þú veist, ég spurði, do you do massage? Svo bara nei. Nordica Spa-kvöldi? Yeah, do you speak English? Yes. Okay, can you get a massage?
Hvað allir búin að ná þessu? Anskotin maður. Maður lagði þið bara á. Hvar var þetta? Þetta var ekki segja. Eitthvað spa. Má sjá, hérna bara nuddstofan. Hello. Yes, I was asking for a massage. Yeah. Yes, do you speak English? Little. Okay, I need a massage for shoulder. For shoulder. Massage for? For my shoulder. My shoulder is dislocated. You know, I fell, you know? You understand what I say? I understand you are talking about massage? Yes, I need a massage. Yeah, you need a massage? Yes, is it possible? Is it possible to get a massage? Yeah. Okay, I need to come next Sunday. Not Sunday and Thursday. It's okay if I can. I don't have money. We have two people. Yeah. Do you have a jacuzzi or something? I am just alone here. Yeah, so we come Sunday 2 o'clock. Not Sunday. Yes, 2 people. Not Sunday. Yes, Sunday. No. I can come only Sunday. No, it's 2 o'clock. 2 people. It's impossible on Sunday. How much is it? I am not working in Sunday. Why not? Why not? I need a massage. Yes, but I am not working in Sunday. But do you have like a sauna bath and jacuzzi? Not sauna. No, not sauna. Okay, that's okay. How much is a massage? Just a massage, yeah. How much money? 5,000. 5,000? 60 minutes. That's I pay you 20,000 per person. On Sunday? No. Next Sunday? No. It's not necessary. No. I cannot take it. Cannot. Sorry. I don't hear you. I don't hear you. If I come Sunday 2 o'clock, I pay you 20,000 per person. No, not on Sunday. So sorry. Bye-bye. Hello? Bye-bye. Are you hanging up on me? You don't want my business? Yes. I'm so sorry. I am not. It's okay. I can pay you. Yes. You don't want my money? No. You don't want my money? I am not working on Sunday or Thursday. So, okay, when are you working then? When are you working? When? When? Tomorrow. Tomorrow? Yeah. What day is it tomorrow? Tomorrow and... Sorry? I don't hear you. I don't hear you. You don't hear me? Is your phone broken or something? Yes, it's phone. I tell you what, I come tomorrow. I come tomorrow 3 o'clock. 2 person. 2 person? Yeah, do you understand? Do you hear me? Tomorrow morning. So sorry. Tomorrow, 10 o'clock tomorrow. 3 o'clock tomorrow morning? Tomorrow? Yeah. 3 o'clock, 2 person. One person, 10 o'clock. And the other one, 11. Oh, it is so bad. 2 person. You understand? Hún löngu farin maður. Löngu farin maður. Jæja. Heyrðu. Það var tonga að reyna... Hefur hringt einu sinni enn? Hvað segirðu? Þú hringi annan þess að það? Nei, sömu maður. Nei, greið maður. Gefur mér séns. Get it, take a chance. Kanski einn daginn. Ég heiti Auðun Blöndal, beint á móti með situr Pétur Jóhann Sigfússon og þið að hlusta á FM 95 Blöð hér á FM 957. Þökkum strákunum í Retro Stefson kjallaði fyrir þetta lag. Þetta er Queen. Skilja flott og skemmtilegt. Gaman aðeins. Skemmtilegt band þarna á ferð. Já. Herru, þú varst að biðja mig um að hvað? Hvað á ég að fara að gera? Já, þar sem að þú dast út hérna í síðustu viku, varst upp á spítala að láta að laga þig mjöðmina, þá var ég... Ég var bara að fá nýja mjöðum. Já, nýja mjöðum, alveg rétt. Teflon húða, hvað ekki þið? Það er ekkert smá flott. Hún er rosa fín, maður. Þetta er ekki allt annað á kvöldin? Allt annað. Hvað heldur þú, maður? Já, hvað heldur þú, maður? Herru, hérna... Já, ég var að spyrja strákunni í síðustu viku að var að biðja um að nefna 7 uppáhalds hluti sína í lífinu.
Já. Þá er ég að tala ég meina svo Sveppi sagði börni sín, en það er nú ekki beint hlutur. Ég er að tala svona dauða hluti. Það þurfa að vera dauðir hlutir? Já, veist, ekki mamma en og kona en og börnin. Nei, ok. Bara hlutir sem að... Það myndir bara segja allir í fjölskyldunni. Já, hlutir, 7 hlutir í lífinu sem ég gæti ekki verið á. Já, svona 5 til 7, eitthvað svona, og þú ert nú ekta svona dundari og svona típa sem átt einhverja upp á hluti heima þér. Kemur ekki óvart og myndir nefna þessa töskuðina sem þú ert með þér alla daga. Samsonite bakpókinn, hann nú bara hér. Ég sé hann. Svo aðalegt kvikindi maður. Hann einn af mínum, það rétt hjá þér. Já. Einn af mínum uppáhaldslutum Samsonite bakpókinn. Sem þú keyptir þér út í Bandaríkjunum. Já, sem ég keypti út í Bandaríkjunum, það rétt hjá þér, og í öðru sæti þessi hérna. Græjan sem ég kom með mér í dag í skólan. Sem ég kom með hausverk á þessu. Hvað segirðu? Ég kom með hausverk á þessu tæki því að nú er ég ekki að ljúga á hlustundum. Pétur Jóhann er líka fíblast með þetta hér á milli laga. Það er alveg ótrúlegt að fertuðu maður getur skemmt sér svona einhverju dóti. Já, ok, þá er þetta tvennt, taskaðin og tæki sem komst með hérna. Verkfærakassin, verkfærataskan mín. Áttu verkfæratasku? Já. Ok. Með öllu drastlinu, skrújárninn og hamrarnir og eða svona dót, sko. Já, þannig að ef það er út að heimaður og að setja eitthvað upp, ertu þá alltaf með verkfæri klár? Já, auðvitað. Ég þarf að kaupa svoleiðis. Batterísporvél sem ég vef bara núna, bara í 40 samanlýsku. Svaðalegt eindag. Það er þínum upp á slutum. Já, hún er vangi. Ef þú sæir hann á þetta. Ok, þannig að þetta er verkfærataskaðinn, batterísporvél, tækið með hliðina er Samsonite bakbókin, það eru konið 4. Já. Golfsettið. Golfsetti? Ég spilaði nú ekki mikið. Ég er engin golfari, skilur. Ég kann ekki golf eða er ekki góður í því. Nei. En ég fekk sko... En finnst þið bara gaman eiga sett? Ég fekk í afmælisgjöf líka. Já, ég sá það með þessa flott sett. Svaðalegt. Í fertugsgjöf? Jú. Já, mjög góð. Það myndi ég flokka bara sem einn af mínum uppáhaldshlutum. Já, en samt notar það ekki. Þú veist alveg að golfsett er ekki svona að hafa lítið. Hvað segirðu? Nei, leiði mér aðeins að... Ég notaði það sorglega lítið síðasta sumar. En kannski gæti ég bara notað næsta sumar. Ok. Vegna þess að það skemmist ekkert og maður notið það ekki, sko. Nei, en þú ert þannig svona ekta típan sem að þið finnst þetta svo flott og þið finnst svo góð lykta eða þú tímir ekki að fara með það í drullu og græs af því að ég þekki þið svo vel. Ég er ekki að grínast, þegar ég var búinn að fara og slá mig í fyrsta skipti, þá voru þú þvoði allar kilvur, skólaði þar allar og allt grasi af þeim og svona. Alveg fáiði með þetta dót. Þannig eru hvernig 5 hlutir? 5 hlutir í uppáhaldi, síðan er náttúrulega... 5 hlutir, my baby. Eggið. Eggið? Já. Hvað? Hvað? Ég er að tala þína 5 uppáhaldshluti. Já, það er uppáhaldshluturinn minn. Já, ok. Færð þú frí þá? Fæ ég frí? Já, eru kannski ekki að tala sama hlutinu? Jú, ég held að við séum alveg að tala sama hlutin. En ég á það ekki, skilju, en þetta er einn af mínum uppáhaldshlutum, svona. Þetta bjargar kallinu á neyðarstundu, skilju. Svona þegar allt stefnir í bölva vesinn, þá getur maður bara stokkið upp í skápmaður og náði hérna spæltak. Er það ef þú ert mættur aðeins og snemma? Já, við getum bara þannig. Ef það er mánudagur í kallinum. En það er náttúrulega klukkan bara 5:30, sko, þannig að við getum ekki verið að ræða og ekki farið djúpt í saumana á þessu. Nei, ok, en það er sem sagt sem ángríns einn af þínum uppáhaldshlutum? Já, alveg, ég bara get ekki annað en að ég get ekki, ef það væri ekki til maður, þá er ég bara líklega bara farin að búa í tjaldi. Kasta kallinum út, maður. En hérna... Það er það sumir á heimilinu nóttir svolítið pyrraðir? Já. Það er bara eitt af því sem maður þarf að vera alltaf með á hreinu. Það séu til ný batteri og þetta kvikindi sé á vísum stað. Það þurfum nú ekki að hefjast einhver svakandi leita þessu kvikindum maður. Þannig að ég er farin að geima, ég veit alltaf hvað er þetta? Þú erum bara að halda friðinn. Já. Svo allir séu góðir. Svo allir séu restir, sko. Ok. En svo er náttúrulega, svo er bartskýrin líka, ég nota, mér finnst hann geðingur, hvað, það er ekkert dörti við það, sko. Nei, ég veit. Ég raka mig bara með honum, sko, ég er nefnilega... Ég er ekki að hlæja honum. Ok, hérna, já, hvað það eru, bartskýrin? Já, ég nenni ekki að nota svona sköfu. Nei, það er það sama og ég sveið mig þá, ég glemdi honum þegar ég var að tala um mína 7 uppáhaldshluti. Bartskýrin væri pottið þar hjá mér líka. Ég nota hann mikið, ég raka mig alltaf með honum. Já, skafa nefnilega fyrir svo illa í húðina með springur all upp einhvern veginn og allt fyrir rugl. Já, ég verð líka mjög barnalegur þegar ég er nýbúinn að taka mig sköðu. Í staðinn fyrir að vera með svona
smá broda. Já, þú ert nú barnalegur. Nei, jók. Það er alveg rétt. Ég hegður. Já. Sköllóttur ógeðslegur annars. Þannig að þá erum við komin upp í 7. Það eru 7 hlutir sem... Já, gæti nú vera að ég skildi fara inn á þessar brautir þarna á þarna. Þetta var bara æðislegt, þú varst bara reynskilinn. Já, verður ekki að vera það. Jó, sjálfsög. Erum við ekki öll vinnir, ég minna, við búum á eyjum, það er ekki eins og ég sé að fara eitthvað. Nei, það er allir reynskilnir og bara allir... Bara einn stór fjölskylda hérna. Já, við Íslendingar eru besta fólki í heimi, það er ekkert flóknara það og við eigum alveg ekkert opna okkur fyrir hvort öðru. Jólin á leiðinu og allt annað. Já. Gællir hessir eða? Ég er spilafíkill. Nei, ég er ekki alveg. Ég er spilafíkill. Herðu, hættum við svo að fá Florence enda með sín. Takk fyrir þetta, Pétur. Sömuleiðis. Reflections still look the same to me as before I went under, and it's peaceful in the deep cathedral where you cannot breathe. No need to pray, no need to speak. Now I'm under, and it's breaking over me. 1,000 miles down to the seabed, found a place to rest my FM 95 Blö á FM 95 Við kynnum nýtt tromp með lakrísborða í ljúffengum súkkulaði. Trompaði daginn, fáðu tromp. Frábært úrval af hágæða fæðubótaefnum frá Optimum Nutrition. Perform.is Holtasmára 1, Kópavogi. Þeir að hlusta hér á Auta og Pétur í FM 95 Blö á FM 957 og já, það er gaman að segja frá því að á föstudaginn kemur þá verða 2 harðir með rosalega gest hér í stúdíónu því að Ronny, ég held að þetta er ekki það, Ronny Koeman hey yeah buddy, lightweight sko herra Olympia í mörg ár verður gestur hérna hjá okkur. Já. En hvað sagður þú? Yeah buddy, lightweight? Já, hann á þetta allt. Yeah buddy, lightweight. Jú, alltaf hann að lifta. Og tekur hann, hefur ekki séð, hann er svona svartur og hörundan, þetta er algjör tröll. Nei, Ronny Koeman. Ég hef ekki séð. Ok, ég hugsa að séu margir að núti sem er að hlusta sann sem vita hver Ronny Koeman er. Hann verður gestur hérna hjá okkur agli á föstudaginn kemur og þetta er eitthvað svona, hann hefur valið Mr. Olympia 7 sunni með eitthvað rugl. Herra Olympíuleikar. Já, bara svona, ég get sýnt þér mynd. Er hann Olympíuleikamaður? Nei, ekki Olympíuleikunum Pétur, Mr. Olympia. Fattar það ekki? Já, Olympia, já, sem er sokkabuxnaverslun. Olympia á Laugaveginn. Hver setti tíkall í trúðin? Nei, ég er að tala hérna... Þetta er sokkabugsu. Hérna er mynd á honum, þetta er gaurinn. Já, komið yfir til. Já, stöktu hérna örsnögt. Þetta hérna er sem sagt, hann heitir Ronny Koeman og þetta er hann. Aldrei séð. Já, þetta er algjör tröll. Hann er mjög frægur í vaxtaræktarheiminum. Já, og fyrir þá sem er að hlusta og veit ekki hver, eða þú veist, veit ekkert hver þetta, þá er hann svona eins og vörubíladekk. Já, hann er eins og bara... Hann er risastór. Já, meira svona vörubíl, eða svona dekk sem þú myndir setja undir svona námuvörubíl. Ég hugsa hann geti sko haldið á þér bara svona í lóðanum. Já, líklega. Hann geti sett mig í veski sitt. Já. Ok, hann er að koma hérna í tilefni af hverju? Það er eitthvað expo í gangi, eitthvað svona dæmi. Er hann kominn, býr hann hérna? Nei, býr ekkert hérna. Pétur, taktu nú andlitið úr raskatuna þér. Það er bara hann er að kíkja hérna í smá heimsókn. Hann er að koma í heimsókn. Hann er að koma inn í þáttinn til einhver 2 harðir. Já, hann ætlar að kíkja hérna okkar fyrst, meðal annars. Já. Það þarf nú eitthvað að breyka hurðirnar. Já, það þarf að taka til hérna svo hann komist hérna inn í þetta stúdíó, það er nokkuð lust. Færa stúdíóið bara út. Já. Ok, og hann kemur hérna og síðan verður vaxtar. Yeah buddy, hann er alltaf með. Yeah buddy, hefur þið talað við hann? Nei, hann er aldrei komið til Íslands þar. Nei, en ég minna, ég er bara að sé YouTube. Skoða eitthvað YouTube-myndbönd af einhverju manni, lifta lóðum og segja yeah buddy. Já, þetta er eitthvað svona, þú veist í kringum Egil Einarsson og þá á einhvern skrítin hátt sérðu svona rugl. Hittist þið helgar og vera... Nei, við erum ekki að hittast helgar og horfa á þetta. Sikki ykkur nokkrum kvöldum og skoða einhvern svona liftingamyndbönd. Yeah buddy. Svo hlægið þið saman yfir þessu yeah buddy. Ain't nothing to it but to do it. Hann er með eitthvað svona... Ain't nothing to it but to do it. Já, hann er fullt eitthvað svona blöðsinn. Hann er mjög frægur út í Bandaríkjunum. Já, fyndið maður. Hann var lögga líka. Þannig að getur... Ok, þannig að hann er að koma og það er vaxtarættumót. Já, hann er að koma og ætlar að hitta okkur. Já. Þannig að það verður gaman að fylgjast með þessum maður. Já. Ég er svo vel að tala við þessum. Men alveg, ég beða. Hvenær verður hann hérna fyrstan? Klukkan hvað? Það er ekki alveg búið að negla það, en ég ætlaði bara svona að láta hlustandi vita að hann er á leiðinni. Setja hann í karaoke?
Já, aldrei. Hendið þið kvikindinu í karaoke, maður. Láta hann syngja hans. Já. Talandi karaoke, þú rúlaði mér upp á hann. Ég rúlaði þér upp á hann. Já. En þessi gæði, hann myndi borða bara, mikrofón. Þú ert líka, sko, ég tekið eftir þú vannst karaoke á hann, þú ert rosalega svona kokkin með þig. Já. Þetta hefur svolítið áhrif á sjálfstraust þegar hann. Nei, það gerir það nú ekki. Nei. Bara óvart, sko. Ég bara byrst eftirstrókunar á því að ég verði eitthvað svona... Nei, þú máttur að kokki og töf, sko. Nei, ég veit ekki. Ég vil nú alls ekki vera svona, gera eitthvað mikið úr þessum sigri í karaokeinu, sko. Það er bara... Sætletu. Hvað er að þér, veit ég? Þannig að lofa mér einu. Já. Koma aldrei aftur með þetta dót í þáttinn. Ég byrst afsökunar að við skulum bara fá hérna... Kemstu ekki í stuð við þetta? Kemst þið í stuð við þetta? Já. Nei. Mér liður eins og ég er búinn að vera að passa í 2 tíma. Ef þú hættir að tala, þú veist, leiðu bara svo að njóta sín. Bara í smástund, gefðu mér séns. Þetta er bara góð músík. Þetta er ógeðslegt. Ég er að fá hausinn í gassi drastli, þú ert búinn að spila þetta í allan. Blow Me í One Last Kiss, syngur Pink hér í FM 95 Blö. Við eigum aðeins eftir að fara í lagið á leiðinni heim sem er rándýrt að þessu sinni, eins og alltaf. Já, heyrðu, ég má vantarlega velja það sem að ég sigraði karaoke-keppnina. Eitt af mínum uppáhalds, jújú, það er alveg hægt að skoða það. Er það meistaradeildin í kvöld? Já, byrju, Hringtorg, við þurfum að kynna þetta inn. Það er Hringtorg sem býður upp á dagskrana og Pétur Jóhann Sigfússon ætlar að segja okkur hvað við að horfa á í kvöld. Sæktum bláa kortið á hringtorg.is og náði Hringtorgs-appið í símann. Það borgar sig. Þú hefur þetta allt í hendi þér. Það marg borgar sig að sækja Hringtorg-appið, en Pétur, hvað er að gerast í dagskránni í kvöld? Baráttan heldur áfram í kvöld í meistaradeild Evrópu. Chelsea mætir Shakhtar. Nei, ég var að reyna. Barcelona. Chelsea mætir hvað? Þetta er skrifað hérna. Shakhtar Donetsk. Shakhtar Donetsk. Voðalega sagði þetta einhvern veginn. Shakhtar Donetsk. Það er bara eins og maður sé bara fætur í gær hérna maður. Shakhtar Donetsk. Hvað varst það reyna að lesa? Shakhtar, bara það stendur bara Shakhtar. Svo stendur hérna Barcelona og Celtic. Já, það er rétt. Ég hefði haldið að Celtic var í körfuboltalið. Já, það er þetta Boston Celtics. En Celtic eru á heimaðið í þessu leik, þannig að þú segir Celtic Barcelona. Celtic Barcelona. Það stendur, það skrifað hérna Barcelona Celtic. Þetta er í Skotlandi. Þannig að Birkir Ágústsson sem að sendi þennan tölvupost. Hann skeiti hans á þessu. Já, stendur hérna. Ok, Barcelona, Celtic Barcelona, berjast í Glasgow og svo leikur aðaleikur. Manchester United getur í kvöld tryggt sér sæti í 16. úrslitum og með sigri á Braga. Það er hárrétt. Ég ætla að horfa á þann leik. Ég hljóta nú að vinna það, þetta er 1 gaur. 1 gaur? Vinna? Bragi. Ói, hvað er liður? Það er hljóta þetta Hljóta að vinna Braga, maður. Þetta United-lið hlýtur að vinna 1 gaur. Hann þarf að vera í marki og sókn og vörn og miðjumaður og allt saman. Já, Bragi. Bragi, maður. Nei, þetta var 5. Já, Braga er samt, þetta er fínt lið, þetta er portugalslið og við vorum í vesinni með á Old Trafford, það komist 2-0 yfir en við náðum þarna í klassa comeback United menn og unnum þann leik sem betur fyrr. Segðu mér annað, þessu tengt. Yes. Ég kom í heimsókn daginn. Já, komst heim til mín. Kom heim til þín og fekk lánaðan mitt hattinn. Já, hvað er hattinn sem ég lánaðir fyrir þetta partí? Nú ertu með hattinn. Hann er í bakpokanum, ég er með þetta ná í hann núna. Þetta myndi mig á þegar ég kom heim til þín daginn. Þá tókstu á móti mér í stuttermannból og stuttbuxum. Já. Svona kósi heima. Ötti blöð, kósi heima á sér. Ég er alltaf í stuttbuxum heima á mér. Þú ert United maður, ekki? Jú. Manchester United. Jú, greinvarður. Hver er þá útskýringin á því að þú varst í Chelsea stuttbuxum þegar ég kom til þín? Heiðbláum. Já. Chelsea stuttbuxum. Ég er oft í einn heimaða mér og bara heimaða mér. Þetta eru gamla stuttbuxur af Gudda, Eiður átti þessar buxur. Þetta er nú ekki gott afspurnar fyrir mann sem er svona mikill. Jú, heima það er bara, ég sé við þessu. Er það? Já. En ég horfa alltaf... Líður er ekkert einhvern veginn eins og bara það sé verið að hnefa þig, það sé verið að misnóta þig þegar þú ert í þessu. Ég meina miðað við hvað þú ert heitur svona United maður. Já, ég horfa alltaf United leiki í United stuttbuxum. En hvað myndir þú gera? Þú veist, hvað myndir þú gera ef eitthvað, þú veist, slísinn gerast heima fyrir?
Þú ert kannski að fara að rista það brauð. Brauðristin springur. Púf, blossar. Springur? Þú áttu til dæmis eldvarnarteppi. Nei. Áttu slökkvitæki. Já. Ok? Þú kannski ætlar að hlaupa í það. Já. Eldurinn breiðist út. Já. Þú brennir inni í Chelsea stuttbuxum. Það láta grípa þig dauðan í Chelsea stuttbuxum. Hvað heldur að brenni allt innbúðin ekki stuttbuxurnar? Hvað ekki lagi með þig? Hvað heldur að koma bara einhver afnið bara herðu, já, það allt brunnið hérna, herðu, það í Chelsea stuttbuxum, okkur eftir að sjá það, vitleysingur þinn. Af því að þú værir allir bara, og svo bara sést bara Chelsea-merkið. Já, og bara buxurnar bara bláar og flottar. Nei, kannski ekki bláar, allar brunnar, en það sæist Chelsea-merkið svona bráðnað. Og þú bara allur steiktur bara, byrju, er þetta ekki ötti blöð? Ég hefði nú haldið að hann var í United maður, nei, hann er Chelsea maður, svo verður þessi misskilningur ongoing. Þú dauður komin undir græna og allir aldrei Chelsea maður. Já, bara því að þú lætur grípa þig dauðan í einhverju Chelsea-buxum. Ef ég myndi brenninni þá var þetta mitt síðasta ágefni, ég get lofaði því. Bara látt ekki grípa þig dauðan í hverjum sem er. Matti getið því þeim góða málsætti. Sketch í sínasúpunni. En það er komið að laginu á leiðinni heim, þetta er að mínu mati geggjalag. Nei, þetta er kemur einu besta disk allra tíma sem heitir The Bends og lagið heitir Street Spirit eða oft kallað Fade Out og það er geggjað. Hlustaði núna. Ok, þetta er allt í lagi. Þetta er ógeðslega flott. Þetta er í lagi. Þetta verður ekki verið áður í laginu á leiðinni heim en er einhvað síður eitt af mínum uppáhalds fáum smá Radiohead. Þegar og live oft kallað Fade Out en þetta er Radiohead og var lagið á leiðinni heim. Það er vel viðeigandi vegna þess að við erum að feita út. Það er akkurat, við erum að kveðja hérna. Við erum að fjara út. Já, enda klukkan að verða 6 og Ricky G mættur hér í stúdíóið með svo útútróðna vör og það er eins og bara fíll hlaupið á hann. Hvað voðalega treður í drantina þér, Ricky? Nei. Virkar þetta? Já, þetta er ekkert smá mikið. Og bara afmyndaðir í framann. Róleg. Já, sér það hann? Slakaðu þess á það? Ég hef aldrei séð þetta svona mikið. Þú verður að vera góð við Ríkard. Ég er alltaf að vera góð við Ríkard. Rikki er toppmaður. Æ, greið, hann er búinn að eiga svo erfitt. Nú, hvað núna? Hann er mikið ónæmi það. Já, takk fyrir að tala um það. Ég verður að segja þér aldrei neitt aftur. Já, reyndar. Það er búinn að vera upp á spítar. Þetta að gera grína því að Rikki er að vera upp á spítar. Ég var ekki að gera grína því, alls ekki, nei. Nei, þetta er ljótt. Ég vildi bara hafa þetta, við erum öll lítil fjölskylda þetta. Það bara þarf alltaf að vera upp á borðum og gaglegt innsæ. Hvernig átti Rikki G að vita það að hann var með ónæmi fyrir þessu kremi sem konan hans notar? Hann hafði aldrei komið nálægt þess að liðkunarkremið. Kremið sem hafa liðkan fyrir hlundum. Já, það er ekkert allir sem... Þetta er bara liðkunarkremið. Erum við ekki tímið eitthvað búin eða? Það er ekkert allir sem hafa efnað ekki. Nei, við erum 2 mínútur eftir. Það geta ekkert allir splæst í egg eins og því. Nei, það stendur svona. Nei, það var ekkert krem en Rikki, hann var að berjast við eitthvað ánægum daginn greið en hann er mættur inn í stúdíu, það ekki vel á mótunum, hann verður með til 9 í kvöld og já, svo verður við Hjöppi K mættir hérna á morgun klukkan 4, það voru flottalega keppnin og fleira. Pétur, alltaf gaman að fá þig, gerum eitt greið, aldrei komið þetta draslið aftur. Við sjáumst eftir viku og það er alltaf að minna hlustendur á það að við erum að fara hérna í jólalagakeppni, manstu. Við ætlum að fara í jólalagakeppni. Já, við erum bara að fara að semja jólalag núna. Við ætlum bara fyrsta miðvikudaginn í desember. Þá frumflytjum við hérna jólalög, sitt hvort, þú eitt og ég eitt og við vinnum þau alveg út í hverju sínu hotni með þeim tónlistamanni sem þú vilt gera. En þú verður að syngja, skilu, þú mátt ekki vera með bakrætt, jú, má það? Já, mátt vera með bakrættir, en þú vart að syngja lead vocal sjálfur, það er nokkuð ljóst. Má vera með bakrættir? Já, það er ekki máli vera eitthvað svona bakið, hjálpa. En, ég get svo svarað, ég ætla að lækka í honum. Ég byrst afsökunar á þessu og ég byrst innilega afsökunar á þessu tæki sem hann er búin að vera með hér í dag. Takk æðislega fyrir hlustina, við heyrumst á morgun. Síðasta lagið er óskalag fyrir, Nei, ég ætla ekki að segja neitt. Þetta er Ásgeir Trausti með Dýrið í dauðaþögn. Takk fyrir komuna um daginn.